Góðan daginn, góða fólk. Bjóðum ykkur velkomin. Við erum Guðs fólk og reikna má með því að Guðs fólk og Guðs maður tali þá Guðs orð Guðs orð og hér er hann mættur til þess að tala í eitt skipti enn það sem Drottinn leggur honum að hjarta. Og það skalt þú líka gera. Þú skalt tala í enn eitt skiptið það sem Drottinn vill að heyrist fyrir þinn munn. Því að hann gerir sjálfan sig opinberan með mér og þér sem hann áður fyllti heilögum anda og gaf trú og gerir á verkum með reynslunni til að mynda og þekkingunni að það sem að hér er sagt að þú flýtur ekkert betra efni heldur en það. Kemur manninum ekki neitt við sem að tala. En þetta er bara sannleikur. Maður sem að stígur fram í Jesú nafni, stígur fram í þessu nafni. Hann stígur ekki fram í sínu nafni, heldur í þessu nafni og það skilur á milli. Ef ég væri hér til að mynda að tala mín verk, sem eru margvísleg og ágætt mörg örgla, þá væri ég ekki leið að tala máli Jesús. Þannig að þessi skil sem að þarf verða að vera alveg augljós fyrir okkur sjálf, ekki síður. Þegar að þau eru orðin augljós fyrir okkur sjálf, þá líka erum við komin að sveif með honum sem dó í mannsins stað. Ég dó ekkert í mannsins stað. Kristur gerði það. Og Kristur reis fyrstur upp af öllum og að því hann er góður og fullnaði verki sem að Drottinn Guð Faðir senda til að gera, þá gat hann sem sagt búið svo hnúta að til yrði eitthvað afl á jörðinni sem hann gæfi hverri mannesku fyrir sig sem hann sjálfur vill. Það heitir upprisu-kraftur í mannesku. Ég get ekki gefið hann. Ég hins vegar get þegið hann alveg eins og allir aðri menn. En akkur Drottinn valdi mig og valdi þig og okkur sem erum fyllt heilögum anda, spurðu hann. Verður ekki að spyrja mig það, enda hef ég ekki hugmynd allt sem hann gerir. En ég veit bara að þetta er staðan, að hann valdi mig og hann valdi þig til að þiggja eilífa lífið með sér, sem sagt, upprisu-krafturinn sem hann bjó yfir og við sjáum í upprisunni þegar hann stíð upp til himins, hann býr líka í þér og hann býr í mér. Hann býr í öllum kristnum mönnum sem eru fylltir heilögum anda og þekkja Jesús. Já, þekkja Jesús, hafa alla möguleika til að þekkja Jesús, en á þeirra valdi hve vel þessi þekking er. Og það er brýningin kennarans og predikarans og allra þeirra sem fara með orð Guðs. Það er einmitt að halda við þessum áhuga fólki á að vita sinn þátt í málinu. Og einn góður lykill í því öllu dæmi er þetta þakklæti. Þetta merkilega þakklæti sem við þurfum alltaf að vera að slást við vegna þess að stundum erum við ekki þakklátast að fólkið af öllu fólki. En auðvitað ættum að vera það. Það er ýmislegt sem við ættum að vera en erum ekki. Af hverju? Að við erum ekki að rækta það sem við ættum að rækta og ræktum eitthvað annað sem kannski skiptir ekki eins miklu máli. Trúin á Jesús skiptir öllu máli
að því sem við vorum að tala um hér í byrjun, hann er það sem hann er. Hann er upprisan sjálf. Hver þakka fyrir svona boðskap? Ég veit það ekki. Eins og áður, og oft ég hef sagt, ég hef ekki hugmynd hvernig fólk tekur einu og öðru sem sagt er. Bara veit það ekki. Þarna erum við komin á svolítið annan stað, alvarlegan stað, sem að segja við mig, Konráð, þú þarft að vita hver þú ert í Kristi. Þú verður að vita hver þú ert í Kristi ef þú ætlar að halda áfram og vaxa í trúnni. Því að það er ekki fyrirfram gefið að einn og annar taki neitt endilega undir það sem þú ert að segja. En þú talar, ég tala, við tölum, að því við vitum hverju við erum í Guði, með öðrum orðum. Við vitum að Kristur er að tala í gegnum okkur sem trúað fólk og ég dirfist ekki að breyta, hafa áhrif á það sem Kristur vill segja við mig og við þig. Ég dirfist það ekki. Þannig hann verður að fá að tala, segja og útskýra það sem hann vill útskýra og svo kemur trúin inn í það mál mín. Hún segir, þetta er það besta. Og svo ganga menn áfram, læra meira og segja að ég ætla að gera það sem Kristur boðar. Af hverju? Reynslan að baki hefur sýnt, sannað og kennt að það er leiðin sem á að fara og það eru orðin sem skulu töluð. Og núna erum við komin á enn eitt stað sem heitir þetta er allt í hendi Guðs. Og svo kemst þú á þann stað eins og ég og fleiri, við segjum okkur líkar best við þennan stað. Og það er sannleikur málsins, að á þessum stað líkar okkur best. Hann er áhyggjulausastur af því að þú ert vissum það orðið, fyrir margt löngu eða hvernig sem það skeiði, að það er Guð sem er að tala. Er þetta hroki? Aftur segi ég það, ég veit ekkert hvað menn segja svona. Ekkert. Nei, þetta er ekki hroki, það staðfesti ég. En hvað aðri segja veit ég ekkert. Þannig erum við komin á enn eitt staðinn. Það er kennslan sem hefur verið í gangi. Þessi bendandi kennsla á einn og annan sem hefur verið og jafnvel aðvörunarbjöllur sem hafa hringt. Það sem það ættu bara alls ekkert að hringja. Af hverju er þetta svona? Af því að allt of oft erum við, ég og þú, að gera þessi verk í eigin mætti. Við höfum ekki enn skilið, fattað, né áttað okkur á hvað það er að deyja sjálfinu. En ef þú áttar þig á því, þá segiru, ég dirfist ekki að hrófla neitt í því sem Drottinn vill tala í dag. Ég dirfist það ekki. Og hvað stendur eftir? Þú segir það sem að Drottinn vill segja og hvað kemur út úr því? Blessun, blessun, blessun. Það er þetta sem fólk vill heyra. Trúarhjartað í mannesku staðfestir þetta. Og það sem trúarhjartað staðfestir í Jesú nafni, það gleður og blessar fólk. Það er þarna sem við þurfum að vera. En þetta gerist ekki ef að við viljum ekki deyja sjálfum okkur til að mynda á stað sem þessum. En það verðum við að gera. Drottinn sjálfur verður að fá að skína í gegnum orðin. Og eins og vorum að tala um áðan, ég dirfist ekki að eiga neitt við það. Það er í orðum Drottins, ræðu hans og já,
sem að blessunin býr í. Og af hverju viljum við hindra það? Ef að menn vilja það, þá það vegna þess að þeir ekki ennþá alveg að skilja út á hvað trúin gengur. Hún snýst ekkert mig, bent á sjálfan þig. Hún snýst 100% að vilji Guðs komi fram. Og við eigum mörg hjálpleg orð inn í það allt saman eins og hann lifir. Hann Ef hann þá hlýtur hann líka að vera hér. Við þurfum að geta dregið þetta saman í einhvern tiltekinn punkt, því hann rétti staðurinn til þess að miða við. Og hver niðurstaðan? Drottinn hér. Það niðurstaðan. Það niðurstaðan sem Drottinn vill gefa þér, hefur gefið mér, og ég get sagt þetta að ég rosalega þakklátur fyrir þessa niðurstöðu, að því ég sé og finn hversu hjálpleg hún í gegnum svona göngu. Eins og ég var að segja, og þú líklega hefur nú upplifað sjálfur, þá ekki endilega fólk alltaf að standa með þér í öllu. En hver stendur með þér í öllu? Hann heitir Jesús. Ekki það sem við erum að upplifa aftur og aftur sem einstaklingar, sem trúaðir einstaklingar að svo Ég auðvitað tala fyrir mig og ég hef oft upplifað það. Og ég veit líka af reynslu minni í gegnum trúargönguna það sem ég að upplifa, prívat og persónulega, má ég búast við að aðrir upplifi líka. Það enginn þannig sem eyðiskir út í ballarhafi þó svo að honum og henni finnist svo. En það allt annað mál hvað manni finnst eða það sem Kristur núna, hér og það sem þú ert að vinna í hans nafni, tala nú ekki það. Og þetta það sem við viljum. Við viljum vinna í hans nafni. Við erum betur að átta okkur á því hvað það merkir að vera dáin sjálfum sér. Það langt síðan að ég áttaði mig á hversu rosalega mikilvægt það að deyja sjálfum sér. Það ákveðin opinberun sem að menn og konur fá, sem að uppgöta þetta. Þetta það sem Kristur vill tala við okkur. Hann segir, ég aðilinn sem tek að mér verkin. Ég aðilinn sem tala orðin sem þarf. Ég, segir Drottinn. Og hvað meira? Já, marga menn og konur á þessari jörð. Og alla þessar mörgu menn og konur sem hann á þessari jörð hann að nota fyrir sig sjálfan. Það gefið Kristi og vill ekkit vera neitt annað en gefið Kristi. Hvernig lítur þetta fólk út? Horfðu á mig, það lítur svoleiðis út. Þannig að þú þarft að láta trúna þinn að vaksa í hjartanu til þú sjáir dýrð Drottins í til að mynda þessum einstaklingi og öðrum einstaklingum. Það eitt verkefnið. Þannig að bendandi fingurinn, þó að sé nú skemmtilegur og fallegur, hann á ekki við í þessum málum. Og hann eins gott bara að láta hann detta niður bara. Við lærum bara af Jesú og svo byggir hann trúna. Svo erum við komin á þann stað með okkur sjálf og við ljáum ekki máls og neinu öðru nema að gera það sem hann að bjóða. Ég segi, góð býtti. Og ég alveg viss það að þú tekur undir þetta. Ég veit að þú tekur undir þetta allt sem trúið manneskja. Og ég veit líka að þú rembir stundum eins og rjúpanum við staurinn að ná þessu marki, þú finnur ekki að þú sért að ná því. Það eitt mark. Við viljum öll
ná marki og við stefnum að marki. Við stefnum að vexti í trúnni. En okkur finnst ekki neinn vöxtur vera í trúnni okkar. Okkur. Hvernig má það vera? Að þú sem ert að gera það sem á að gera og hegða þér og allt það eins og á að gera, ert ekki að vaxa. Af því þú ert ekki að sjá það. Hvernig má það vera? Það heitir blinda. Og hver er snillingur í að opna augum manna til að þið sjá? Hann heitir Kristur. Sjáu ekki hvernig við drögum aftur og aftur ring utanum þetta nafn Jesús Kristur. Hvað ætlar að boða annað en hann? Með þessa vissu í hjartaðinu og skilning á að hann þurfi að vera allt í öllu. Hann segir það sjálfur, hann sé allt í öllu. Og hann segir það með þeim orðum til að mynda, að þér getið ekkert gert án mín. Þetta er ekki stórt upp í sér tekið. Þetta er trú að átta sig á því að svona er þetta. Þannig að þú getur ekki þjóna Guði, þjóna drottni að neinum marki nema þú trúir því að hann sé að segja það sem þarf að segja. Gefa niður ráð sem þú þarf að fara eftir. Og núna komum við á enn eitt stað í þessu sem heitir trúin er nauðsynleg. Allt í orði Guðs. Og allt hvatning til mín og þín að gera verkin sem drottin er að bjóða. Þessi dagur er núna. Gærdagurinn er liðinn. Þessi dagur núna sker úr heill og hamingju eða vanblessun. Já, svona einfalt er þetta. Ef þú skoðar þetta mál, þá þarf ekki að kafa mjög djúpt til að sjá að nákvæmlega svona er þetta. Og hvernig gerist það? Eins og alltaf áður. Það byrjar eitthvað í hugskotið þínu. Einhver bastardur þar er að koma upp, en hann lítur ekkit út fyrir að vera neitt bastardur. Þannig byrjar það. Þess vegna þurfum við að lofa Guð, lyfta upp höndum til hans og læra meir hann, því hann talar alla þessa þætti. Sem að vilja fella þig, það heitir það nú bara. Vinir, það er ástæða fyrir því, brýn og rík ástæða fyrir að við erum að segja það sem við erum að segja. En þó ekki við, heldur Jesús. Og margir hlusta á Jesús. Margir elska að heyra það sem hann hefur að segja. Því að þeir vilja og þær vilja læra af honum. Sem næri trúna. Og þetta fólk það elskar. Það get ég staðfest. En ég get líka staðfest að flestu fólki gengur misjafnlega vel að rækja sitt samfélag við lifandi Guð og hvernig heldur þú að það væri? Ef að orð Guðs hrynji ekki á mönnum lón og dón í dagsins önn. Við erum fljót að gleyma. Ég veit ekki með þakklæti. Það er svo margt, kæru vini, sem ég veit ekki. Ég veit ekki hver mörg af okkur eru þakklátt fyrir fólk sem stígur fram með kennsluefni og talar út orð Guðs. Af því ég veit ekki alla hluti. Ég veit hins vegar hvað menn segja. Ég veit hins vegar hvað menn vildu. En hvað þeir gera veit ég ekki. Fyrir hvað þeir þakka veit ég ekki.
Og aftur komum við á þeim stað sem við vorum á áðan, að ég og Drottinn skulum verðum að vera saman. Núna. Við verðum að trúa því hér og nú að Drottinn sé að tala. Og bara hann. Í orðum Drottins er líf. Þar býr upprissu krafturinn. Og hann er oftast að störfum. Hvað er það annað fyrir þig sem að hefur verið í ykkur debur núna, kannski segjum í ykkur daga, svo allt í einu er hún horfin af þér. Hvað er það annað en upprisa á sinn hátt? Og nú erum við þetta að tala upprisu á því leyti til að þú horfir á Jesús en varst áður í einhverjum þungum þöngum. Af hverju? Að þetta eru menn og konur að tala út orð Guðs í Jesú nafni. Ekki að berja sér á brjóst til þess að aðri sjá hvað þeir eru vel máli farnir. Það er auka atriði. Það er hégómi. Ef þú vilt vera máli farin vel, gefðu þú Drottni stundina. Þá skilar af þér ræðu betri öðrum ræðum. Já, þú, ég, við, sem kristi fólk, erum þetta fólk, erum þessar manneskjur. Af hverju? Hann sem veit allt, getur allt, skilur allt, talar. Það er nú ekki flóknar en það. Og hvað segi ég þessi svona orð? Aftur verð ég að játa mig sigraðan þar, ég hef ekki hugmynd það, en þekki trúa fólk nógu vel til þess að vita og allavega það tekur undir þetta. Það tekur undir það vegna þess að trúin í hjarta þeirra staðfestir svona orð. Staðfestingabúnaðurinn býr í trúnni þegar orð Guðs er hann að segja. Þannig að þú skalt ekki óttast. Bendandi fingurinn, ég er nú ekki að segja að þú er að sníða hann af, en hann má alveg verið í þessari stöðu alltaf. Hann þarf ekkert að vera í þessari stöðu. Hann var bara svona. Og ekkert endilega, ekkert heldur að vera bend á sjálfa þig. Það er ekkert betur en að vera bend á aðra. Bendandi fingur bendi bara þangað sem hann vill. Hver heldur að hlusta á þig? Hvað heldur að þetta sé annað bendandi fingur? Við erum að berja okkur sjálf niður. Og það er mikið af svoleiðis. Það er ekki alltaf leiðilega kallinn eða leiðilegu freku kettlinguna til þess að berja þig niður. Stundum ertu ötulust og ötulastur allara manna í þinn garð. Þetta er ekkert vit, það viðurkenni ég. En svona er maður. Og ég segi fullum fetum, menn þurfa á Jesú að halda leiðsögn hans og kennslu. Þeir hafa ekkert betra. Það er mín reynsla, það er það sem ég hef viljað gera og hef gert og ég tel og hygg að þú sért mér sama sinnis þar sem trúum manneskja, fyllt heilugum anda, með gjöf heilags anda í þér sem upplýkur fyrir þér skilningi á orði lifandi Guðs. Ég er, segir Drottinn. Ég er Guð. Ég er skapari heimins og jarða. Ég er, svo sem öllu ræð. Og meira, ég hef marga útsendara á mínu vegum á þessari jörð. Þeir eru lífið, þeir eru blóð Drottins sem heldur öllu lifandi, fersku og fallegu. Hvernig væri þessi jörð ef enginn segði stakt orð Guðsorð? Hvernig væri það? Höfum við leitt hugan að því?
Ég reyndar að fæst okkar höfum gert það svo mjög að því við búum við þetta. Orð Guðs er út um allt, í gegnum þennan mann og í gegnum þig og alla hina sem að gera sömu verk, sem þakka ekki. Einhverjir vildu þetta færa út, aðrir biðja fyrir því að það haldi áfram. Af hverju? Þegar menn á misjöfnum stað. Þess vegna er það svo mikilvægt að við sem vitum að fólk á misjöfnum stað, sem eigum til grundaða trú, gerum hana enn grundaðri og áræðanlegri fyrir okkur sjálf. Og ég segi, Kristur á það inni. Hann dó í minn stað. Drottinn reist hann upp til að sýna mér mína leið í fyllingu tímans. Hann gaf mér trú og öll skilyrði komin í mig, bent á sjálfan það líka, í mig til þess að skilja það sem hann hefur að segja. Heilagur andi er besti kennarinn. Vissirðu það? Já, ég held þú viti það. En þetta rýrir ekkit gildi kennslunar í söfnuðinum. Af því að Kristur, hann elskar sinn söfnuðin, af því að hann elskar söfnuð sinn, af því að hann elskar það að þér líði vel innan annað fólk. Og hvar líðið er best? Er það ekki þar sem þú ert með þínum líkum? Og hverjir eru mínir líkar í dag? Annað kristið fólk. Þar líður mér best í dag. En við þurfum ekkert að tala um það, ekkert að þessu fólki er fullorðið, ekki fullkomið. Þú sem þekkir mig, þú myndir nú aldrei viðurkenna það, að hann Konráð litli og er nú fullkominn með aður. Þetta er ákveð snáingi og allt það, sem er allt annað mál. Við erum ekki fullkomin. En rembustum við að ná því marki að líkjast Kristi sem mest, þá verðum við aðeins fullkomnari. En þó við séum aðeins fullkomnari, það gerir okkur ekki eitt og sér að fullkomnu verki Guðs. Ef við erum auðvitað fullkomið verk Guðs. En við erum sjálfstætt hugsandi verur sem ráðum öllu hve langt við förum í þessa átt eða hinna. Hve mikinn tíma til að mynda við gefum orði Guðs er algjörlega mitt val og hversu mikið ég legg á mig til þess að læra meira orð Guðs er algjörlega mitt val. En ég er með allt í mér til þess að ná tökum á því. Ég á heilagan anda eins og vorum að tala áðan sem er besti kennarinn. Og það veit ég að þú tekur undir sem trúi manneskja. Og bara þannig er það. Það er svo merkilegt með orð Guðs, ef þú spáir í það, hann dregur upp hvern sem er. Ég segi nú ekki sótaraftin, kannski segði það einhver. Hann dregur upp hvern sem er, hvaða álit þú hefur á viðkomandi, mann eða konu, og viðkomandi stígur fram í fyrstu skjálfandi og sveittur og hann líst ekkert á þetta, treysti sér enga veginn í þetta, sem er annar mál, og hann fyrir að tala Guðs orð. Og veitum menn, það er alltaf gott. Eins og við vorum að tala og höfum verið að tala í þessum þætti, hefur ekkert með mig að gera. Ekki neitt. Það er langt síðan ég áttaði mig á þessu. Og ég þakka Guði fyrir það að ég áttaði mig fljótt á því. Út á þetta gengi í dag. Ég er hér, búin að stilla öllu upp, vassbrúsi minn á sínu stað,
Og svo byrja ég. Hvað ég ætla að tala, veit ég þegar ræðun lokið, hvað ég var að tala. Þetta eitt sem Drottinn gaf mér, kvíða boltanum mér, því hann veit hvernig ég er. Því að ég er þannig manneski, ég veit að þú þekkir ekki, en ég er þannig manneski, og það enn þann dag í dag, ég þarf að svona áætla eitthvað fram í tíman, ég veit ekki hvað þetta er. Það byrjaði mér að kvíða fyrir að gera það. Það var sama með ræðuna. Ég fór að kvíða fyrir því að alltaf hugsa það byrja, hvað á ég að tala næst? Hvernig á ég að gera þetta næst? Ég skrifaði niður. Gott að skrifa niður. Og svo sté ég fram með ræðuna nokkra punta. Og ég gerði þetta nú þannig að þegar í fyrstu ræðunar þar var ég svolítið að fylgja bara því sem ég var búinn að skrifa. Svo smá saman, það var nú eiginlega ég tók nú ekkert eftir því fyrir eftir á. Að smá saman, þá svona minnkaði ég það að fara í puntana. Og svo einhvers staðar í þessu ferli sá ég að ég hefði ekkert litið neitt á blaðið. Ég var reyndar með yfirskriftan sama, en efnið allt öðruvísi. Og jafnvel önnur reikningavef sem skutust upp í hjarta sem maður lét fara. En oft líka notaði ég þau reikningavef sem var. Svo á einu stað, nú erum við að fara að gera þátt. Og ég stilli upp, og ég sest. Og svo byrja ég. Hvernig líst þér nú á svona kæruleysi? Sérðu kannski eitthvað annað í þessu? Ég sé Drottinn í þessu. Ég sé trú í þessu. Sem byggir á reynslu af þessu verki. Þannig ég veit alveg hvernig Drottinn ætlar mér að vinna þessi verk. Ég segi, þú skalt vinna eins og Drottinn býður. Ekkert að vera neitt að apa upp eftir þessum einstaklingi, því að það er nokkuð víst að hann vinnur öðruvísi með þig sem einstakling heldur mig sem einstakling, og þannig er Drottinn. Þetta er eitt af því sem að gera að verkum að við þurfum að eiga til þennan kærleika til hvors annars. Kærleikurinn bendir ekki á neitt. Kærleikurinn styður bara trú mannsins og konuna og lætur þar við sitja. Viljum við ekki að þetta sé þannig? Ég vil það, jú. En svona hefur Drottinn unnið með mig og ykkur að segja, ég er alveg rosalega þakklátur fyrir þetta. Þetta er svo vinnusparandi að þú getur ekki ímyndað þér vinnusparnaðin við þetta. Svo fyrir utan það að taka frá tíma sinu til að fara út í þessa sálma, það er ekki fyrir hendi og hefur ekki verið í áraraðir hjá mér. En samt þetta að hlusta á frábæra ræðu, ekki satt? Jú, þú ert á því. Ég lyfti upp nafni Drottins í því máli. Svona er Guð. Og þarna sérðu að hann lifir í dag, ég segir hann. Hvernig á ég að segja að hann hafi sendt mig, sagði Móse, þegar Drottinn Guð sagði við hann að fara með skilaboð til Farós. Ég sendi mig. Og þegar þú skilur þetta orð ég þá birtist Drottinn Guð sjálfur fyrir þér. Ég núna. Ég er með mér. Hann lifir. Þannig að það þarf ekki að færa nein rök fyrir þessu. En til að ná takti við svona hugsun þarftu trú. Og aftur komum við að staðnum, trúin er nauðsynleg.
Alveg sama hvar við drepinuðu fæti í trúarlegu tilliti, kemur þetta orðu upp, trúin er nauðsynleg. Er þetta ekki góð skilaboð? Það myndi ég segja. Og þau eru sönn og þau eru rétt. Trúin er nauðsynleg. Og svo annað, það höfum við nú séð, að Drottinn notar hvern sem hann vill. Hvern sem hann vill. Gerir hvern sem hann vill að því sem hann vill. Og framstígur einstaklingur, besti ræðumaður sem fram hefur komið hingað til þessa, en ég sjálfur prívat gef ekkert fyrir svoleiðis. Trúin á að fá að starfa eins og trúin vill starfa og Drottinn hefur gefið henni leyfi til að starfa. Þannig skal trúin starfa. Hvað kemur út úr því, þarf ég ekkert að vita um. Ég get hins vegar glaðst yfir því að sjá Drottins mann og Drottins konu í verki. En glaðst yfir því, sannarlega ger ég það. En hvað með þig? Ég veit það ekki. Þú vildir heldur hafa einhvern annan en þennan og hinn. Stundum er svoleiðis. Af hverju? Ég veit það ekki. Ég veit bara að svona getur þetta verið og er stundum. Barátta, minn kæri vinur. Barátta við það að sjá vilja Guðs og hver vilji Guðs er. Þannig að lífið er barátta. Trúin er barátta. Trúin er ekki fyrirhafnalaus. Viljir hún á árangri, ferði í baráttu. Mest við sjálfan þig, innra með þig sjálfum og sjálfri. Þar er þetta allt. Og þar vextu, þar dafnaru, þar lifirðu í raun og veru. Þaðan sérðu Krist eins og hann er. Og þú kallar eftir honum þaðan eftir leiðsögn. Frá hjartanu, frá trúnni. Og Kristur leiðbeinir þér. Beint í gegnum svona þætti og samfélagið í heild trúarlegt samfélag. Þar er hann. Og þar segir hann við þig, skalt þú líka vera. En þetta er ekki skipun. Allir sem koma til Drottins koma sjálfviljugir þangað. Sumir þurfa að koma tilbaka. En ég segi, þeir koma ekki tilbaka fyrir þeir vilja það sjálfur. Og nú sjáum við myndina af týnda syninum svokölluðum. Hann sagði, ég vil fara hverfa til föður minns. Þar sem hann var að deyja. Ég vil hverfa til föður minns. Ákvörðun. Hefði hann ekki tekið þessa ákvörðun, þá hefði hann dáið ofan í svínadallinn. En ákvörðunin kom og leiðin tilbaka opnaðist. Og þar mætti honum það sem hann stakka frá. Föðurinn og allt umfangið sem er í kringum hann. Það hafði aldrei stoppað neitt. Hann var engin lykilmaður í að halda þessu gangandi. Hann fór og hitt verkið hélt áfram, eins og alltaf áður. En núna án hans, hvernig er með þig? Hvaða pælingar eru í gangi hjá þér? Þetta er svona veltaði fyrir þér að þetta er svona komið nóg. Ekki svo að skilja ég skipti mér að því. Að hvaða leiti þá er komið nóg. Akkur kom þessi þreita upp í þér, sem sagði við þig á endanum að er komið nóg. Ætli hafi nú ekki verið eitthvað bara sem hann fór að grassera í þínu yndislega höfði, sem kom þér á þennan stað að þér fannst eiginlega að vera komið nóg.
En ég segi, það er ekki komið nóg. Kristur hefur ekkert breytt sér. Hann er eins sami ég er. Þannig, minn kæri vinur og vinkona, og þú skalt bara halda áfram góða verkinu sem þú hefur verið að vinna í Jesú nafni, því að Drottinn segir ég er og hef ekki breytt mér í Jesú nafni. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðþjófsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.